Já, Maggi, fáið Ía úti, hvernig bara svona líst þér á það verkefni? Vel, lið sem við þekkjum vel og nákvæmlega okkar þannig séð og við höfum spilað marga leiki undanfarin ár og verið hörkuleikir yfirleitt, þannig að það verður bara gaman að mæta þeim. Svona, fá bikarinn um páskana, breytið þetta upp páskana fyrir ykkur? Já, bara gaman. Gaman að byrja og fínn leikur okkur á móti Hettu Huginn og skemmtilegt að byrja bikarkeppnina og það verður krydd í maí að fá sér annan bikarleik þá. Fáið Höttu í innan, var þetta leikur sem þið getið tekið mikið út úr? Já, klárt, bara frammistaðan frábær, héldum hreinu og þeir sköpuðu sér ekki mikið, sóknarlega voru við góðir, skoruðu 5 mörk, hefðum getið skorið fleiri þessuna, þannig að ég finnst það vera góð frammistaða og vonandi gefur bara góð fyrir þetta inn í næstu leiki. Gott, kannski helst að fá líka bara sigurinn í sumarið? Já, ekki spurning og bara nóg mörkum og margir að spila, bara allir að spila vel í rauninni, frábær liðsheild og hrikalega ánægður með þennan leik á strákum. Sumarið komið á flegi ferð núna og bara næstu deildarleikur handað við átnið mót Víkingum, hvernig bara svona leggst það verkefnið þið? Mjög vel, það verður gaman og spilum fyrsta heimileikum móti IBF daginn í mesta kulda sem hefur verið bara í Mosfellsbæ held ég, en núna sumardagur fyrsti á fimmtudaginn, fáum miklu betra veður og meira fólki og meiri stemmingu og við þurfum inn á vellinum að vera hugrakir og mæta grimmir móti Víkingum, mæta frábæru liði og það er ljóst að við þurfum að vera klárir frá fyrstu mínútu og við erum búin að æfa vel undanfarna daga og undirbúa leikinn vel og við verðum klárið þegar flautað til leiks á fimmtudaginn. Víkingarnir töpuðu 3-0 móti IBF í bikarnum daginn. Geturðu kortlagt þann leik eitthvað fyrir leikinn ykkar á móti þeim? Bara alla leikina sem við spilaði í sumar, þessi eða þessi leikinir sem við erum í deildinni þar á undan, við bara skoðum alla leiki og svona til að búa til eitthvað leikplan og hver leikur hefur sitt líf í fótbolta þannig að það hefur eitthvað sem hefur kannski líkt í sem leik í eigum og eitthvað sem er ekki líkt þannig að það við tökum eitthvað út úr því og fyrst og fremst erum við bara að hugsa okkur sjálfa og vera betri í því sem við erum að vinna í á æfingasvæðinu og ég handist það að ef við spilum á okkur getu á fimmtudaginn þá verður þetta hörkuleikur og ef við sýnum góða frammistöðu þá er mjög gaman að við getum náð í góð úrslit. Styttist í að glugginn loki, hvernig bara gengur að skoða markaðinn, er það að leita einhverjum leikmönnum? Já, við erum að skoða og við höfum verið í talsverðan tíma en við viljum vanda okkur vel, við viljum fá leikmenn sem passar inn í hópinn, passar inn sem við gera, passar inn í leikstílinn okkar og það er ekki hlaupið að því, við erum með öflugan hóp þannig að við þurfum að vanda valið vel og til að fá leikmenn sem styrkir okkur, við viljum fá leikmenn sem lyftur hópnum upp og styrkir okkur þannig að það við erum búin að vera að leita og vonast til að ekki gangi áður en að gluggi lokar eftir viku en það verður að vera rétt í leikmaður. Er eitthvað snáltið að gerast eða eitthvað sem hefur snáltið að gerast á síðustu dögum eða vikum? Við höfum alveg verið með einhverja leikmaður út af vera vikur og eitthvað hefur dottið upp fyrir af ýmsum ástæðum og við erum að skoða markaða núna og með einhverjum nafn á borðinu og það verður komið ljós núna á næstu dögum hvað gerist en ég reikna með að við munum bæta við einu manni á gluggi lokar. Allir á völlinn í Mosó sumardaginn fyrsta? Já, klárt, ég meina ef fólk mætir ekki núna þá veit ég hvernig ætla að mæta á leik, ég meina það er frábær veðurspá og sumardagur fyrsti einileikur sem í gangi í deildinni á þessum tíma og við fá stórlið heimsókn í Mosfellsbæ í bestu deildinni þannig að allt fótbolta á fólk í Mosfellsbæ og víðar á að mæta á leik og ég vona stemmingi skilir sinni vel til strákana og þeir nýti það til góða verka. Takk fyrir Maggi og gangi vel.